Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að halda áfram umræðu okkar umhverfismál. Ég veit ekki hvort við getum talað herferð. Við erum hér með sérfræðinga dag eftir dag og viku eftir viku og það átak má að einhverju leyti rekja til þess að við hér á Samstöðin erum í hópi þeirra sem að höfum vaknað upp við væran draum, svona fengið kalt vatn framan í okkur með sviðsmyndum, nýrri grein, nýjum vísindum sem benda til þess að líkurnar á að Golfstraumurinn hætti að ylja okkur Íslendingum og gera vist okkar búsældarlega. Sumir segja að í stað þess að það hafi verið 1% líkur á því að Golfstraumurinn hætti að næra okkur, þá séu þær orðnar 20, jafnvel 30% og síðast í gær þá var hér Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur sem hefur nú alltaf gott lag á að tala við okkur eins og góður kennari að ræða vísindalega hlið málsins að mestu í samtali við Gunnar Smára og í dag komið að viðmælanda sem að enn ykkur kunnur fyrir ýmissa hluta sakir. Það ekki langt síðan hann varð formaður stjórnar Ríkisútvarpsins. Ég ætla nú ekki að ræða við hann sem slíkan, þekktur fjölmiðlamaður, stjórnmálamaður og rithöfundur og hefur skrifað mikið umhverfismál. Vertu velkominn Stefán Jón Hafstein. Takk fyrir. Mér langar kannski að byrja á því að velta því upp við þig að af því að manni sýnist sem að það séu meiri áhyggjur og meiri meðvitund, meiri vitund hrikalegar afleiðingar umhverfismála sem varða Golfstrauminn og tengist bráðnun jökla, seltu, öllum þessum breytingum sem að verða af mannavöldum. Eru einhverja líkur á því að svona í ljósi óttans og meiri meðvitundar alvöru málsins að það verði auðveldara eitt að ná til almennings til að brýna á alvöru málsins eða það sem meira máli skiptir ná til atvinnulífsins kannski og stjórnmálamanna og þeirra sem að hafa mest með losun að gera því allir eru sammála það að það eina sem býtur á þessa þróun minni losun. Já, það orðið miklu meira samþykki innan vísindasamfélagsins alþjóðlega að loftslagsbreytingarnar séu bæði hraðari og valdi meiri straumhvörfum heldur en við bjuggust við á skömmum tíma. Já. Þetta að gerast núna og það til dæmis ég búin að fylgjast með þessari umræðu hafstraumana og sem sagt breytingarnar sem hugsanlega verða hér sunnan við land að við fáum ekki lengur þennan hlýja straum og hér snöggkólni. Ég búin að fylgjast með þessu síðan í allmörg ár því ég tók eftir því þegar ég var sendi herra Íslands hjá FAO í Róm, alls Sameinuðu þjóðastofnunum. Það voru oft verið að ræða loftslagsmál í einu af þessu samengi, við fæðukerfin og annað slíkt. Svo voru sýnd landakort upp á stórum skjá eða heimskort og þar var alltaf blár depill fyrir sunnan Ísland. Já. Allstaðar í heiminn var heitna, nema þessum eina depli. Og ég fór á ráðstefnur, hafráðstefnur og annað slíkt og einu sinni fekk ég færi á vísindamanni frá NOAA sem var og helsta rannsóknarstofnun veður og hafstrauma rannsóknarstofnun Bandaríkjanna. Og þessi kona var að messa hvað var að gerast í hafinu og hún var að lýsa hitastraumum í hafinu sem eru alveg ótrúlega heillandi viðfangsefni þegar maður sér kortin á hitastraumum í hafinu. Þeir eru sko stærri og meiri og kraftmeiri heldur en hitastraumarnir sem við sjáum á veðurkortum veðurfræðingar sunnan úr Evrópu þetta sumarið. Það er svo magnað að sjá þetta og við vitum að hafið hefur hlýnað alveg ótrúlega og ég spurði hana sérstaklega út í þetta og þetta eru allir þetta séu 4-5 ár síðan og við vitum þetta ekki. Við vitum ekki af hverju þessi blái báll, við höldum að það sé að hægja á strauminu sunnan úr
og kaldi straumur sem á að fara niður fyrir heita strauminn komi fyrir upp og kæli, meðal annars vegna þess að það er svo mikið ferskvatn frá Grænlandsjökli sem blandast og aðrir sem ég talaði við þar á meðal íslenski vísindamenn því ég var að vinna bókminni heimurinn eins og hún það langaði mig að hafa þetta en mér fannst þetta svo krítískt fyrir okkur ég fann ekki neitt sem sagði ákveðið já, svona getur þetta gerst en í bókinni stendur Ísland getur farið á kornveg sem já hlýna alveg ofboðslega eða kólna alveg rosalega. Það var niðurstaðan sem kom stað. Meðan hans talaði vísindamenn sem hér var Einar Sveinbjörnsson. Segðu mér hvernig þetta og enginn þorði beinlínis út. Nei, og hann kannski gerði frekar lítið úr möguleikanum þá, fyrir 5 árum, eitthvað sluðis. Já, einn af þeim fjölmörgu. En núna verða straumhvörf að mínu mati þegar 40 loftslagsfræðingar, þar á meðal Íslendingar, okkar færustu vísindamenn, en Stefán Ramstorff, sem einn helsti loftslagsfræðingurinn í heiminum frá Potsdam Institute, kemur hingað á þing Norðurlandaráðs og á Arctic Circle heimskautsráðstefnu Ólafs Ragnars og afhendir Guðlaugi Þór yfirlýsingu, bréf, þetta að gerast, þetta hættan sem við skynjum, þetta módel hefur farið í gegnum endurskoðun og amok, það að segja hringrásin, hlýi strauminn á sunnan og kaldi suður úr, hann gæti stöðvast á okkar líftíma, segir hann. Og þannig eru 40 vísindamenn sem skrifum undir. Og ég hugsaði að nú bara verður allt vitlaust. Það var nú ekki byrðið held, það var nú ekki þannig. Nei, það bara tekið við bréfinu og það sendt til Norrænu ráðherranefndarinnar og það var núna einhverju skúfu og ég veit ekki hvað hefur gerst. En þetta vaxandi þungi eins og við finnum öll núna. Það alltaf verið að æpa meira og meira á þetta og ég get bara bent fólki á að fara inn á YouTube. Þar eru mjög góðir fyrirlestrar frá Stefán Ramstorff þessi mál. Mjög aðgengilegt, útskýringar. Og það komið þannig að núna hef ég veit fólk til dæmis og ég veit nokkra fræðimenn sem eru núna að hugsa virkilega og að reyna að koma því vitund inn í þjóðaröryggisráð, inn í Seðlabankann. Erum við með krísustjórnun? Væntanlega. Erum við tilbúin að takast á við einhverja svona afleiðingar ef þessi vendipunktur sem menn telja getur orðið að þessir hafstraumar riðlist og Ísland snöggkólni, hvað ætlaði að gera? Fyrir nokkrum árum var Umhverfisstofnun stóðum frammi fyrir því verkefni hvort Ísland ætti að bætast í hóp landa sem lýstu yfir neyðarástandi vegna hnattrænar hlýnunar. Það var slegið út á borðinu á þeim grunni að því fylgdi ekki fé og þetta væri marklaust ef því fylgdi ekki fé. Það ekki einhver hluti skýringarinnar meira og minna alltaf? Já, það líka, ég meina ef við lítum í eigin barm þá bara höfum við ekki minnkað losun miðað við markmiðin. Það aðeins dregið úr losun frá 2005 en núna síðasta mæling sýnir það að vera með auka og það rebelraddir á Íslandi það að Íslendingar eigi bara ekkert að taka þátt í að draga úr losun vegna þess að við erum svo fá á smáa skiptir einhver máli sem diplomatist ránt og hitt, við höfum ekki efna á því sem alltaf skrítið með ríkustu þjóð í heimi Ekki síst þegar okkar framtíð byggir á þessu orðin óvissari heldur en mjög margra annar og þetta stóra pólitíska breytan tel ég þegar menn viðurkenna þessa hættu á því að Ísland verði nánast óbyggilegt einhver tíman á næstu 50 til 100 árum jafnvel fyrr sem náttúrulega ótrúlega tilhugsun þegar maður fer út hérna á eftir í 17 stiga hita sól og logn. En það ástæða fyrir því og málið og þá held ég að við sem stöndum frammi fyrir því að það borgar sig svo sannarlega að fyrsta lagi færa okkur inn í grænt hagkerfi. Það mun kosta ýmislegt en við þurfum að gera vegna þess að það liggur framtíðin og það mun kosta okkur mikið að við ætlum að halda okkur gráa hagkerfið og halda áfram bara auka losun og hafa hérna grófu hagvaxtar fylgja hennu grófa hagvaxtarlíkani sem gamla líkanið ef við ætlum að fylgja því áfram þá lendum við mjög miklu vandræðum í framtíðinni ekki bara vegna þess að Ísland gæti orðið mjög hart úti á náttúruhamförum heldur líka vegna þess að hagkerfin okkar verður dregst á aftur úr þeim sem eru framsæknastir í átti græna hagkerfisins og það væri slæmt fyrir okkur
standa allt í einu uppi bara með ryðgan tóraflota. Einmitt. Mér var búið í mat daginn til fjölskyldu sem hefur verið svona frekar, ég vil nú ekki kalla hana aftur haldsama eða afneitunar fjölskyldu, en það hefur ekki verið auðvelt að ræða umhverfismál við þessa fjölskyldu og það hefur svona verið svolítið sá andi að þetta sé uppblásið, það sé ákveðni sérfræðingar sem hafi byggja atvinnu sína á því að tala framtíðina niður, vekja áhyggjur og svo framvegis og hafa ekki viljað viðurkenna að Íslendingar geti gert eitthvað að það skipti miklu máli með að minnka losun eða eitthvað svoleiðis. En þau höfðu fylgst með þessari umræðu sem að ég sá fyrst hjá Einari Sveinbjörnssyni með Golfstrauminn og þegar þau lásu það að líkurnar væru bara jafnvel á næstu áratugum allt og miklar á að heimkynni okkar hér sé í hættu fyrir okkur mennina þá fannst mér ég greina það að ættjarðarástin þeirra og svona mögulegur áhyggjur af ókominni framtíð og mögulegur söknuður ef svo færi að við getum ekki hafist hérna við fólk sem tengt náttúrunni hefur búið árhundruð í náttúrunni, fólk í landbúnaði þá hafði opnast nýr gluggi og ég fór að fyrir sem sagt því að nú verðum að fara að gera eitthvað nú verðum að fara að snúa blaðinu við ég að velta fyrir mér, ætli þetta augnablik getum við vænst þess að það séu margir þarna? Já, það sem ég hef náttúrulega mikinn áhuga á umhverfismálum og sérstaklega út frá því hvernig búum við til sannfærandi og trúverðuga framvindusögu fyrir Ísland og aðra það hvernig við ætlum að færa okkur til betri vegu. Og sko, óttaáróðurinn virkar ekki. Nei. Að skamma fólk virkar ekki. Það eru fleiri farnir að sjá, jú, það alltaf í lagi að fara með margnóta pók út í búð en það mun ekki bjarga heiminum. Það svona lítið framlag. Ég get hefða með skynsamar. En framtíð barnan okkar og barnabarnana og líka það eins og ég verð stundum fyrir að því ég búin að vera að sökka mig onni í þessi mál ég var út á Geldinganesi áðan lokkir sjór, fuglalíf síðustu fuglarnir að koma sér burt og þá finnum maður þessa tilfinningu ætlum að fara að eyðileggja þetta Elliðavatn í gær ég sá flórgoða með 2 unga verða þeir hérna næsta vor ég er ekki viss og þessi tilfinning og ég heyrði hana mér til mjög mikillar ánægja á fundinum á Hvanneyri daginn sem var efnt til út af vindmyllumálunum ég var þar og þá það ungt fólk úr héraði sem kemur við getum ekki hugsa okkur það að börnin okkar fá ekki alast upp í umhverfi eins og við Borgarfjörður ótrúlega fagur eins og við vitum þó við séum þingeyingar verður að viðurkenna það og þau segja við viljum ekki að þetta verðmæti glatist svo horfum maður upp á Norðurárhryggnum eða hálsinum það komið ægilega hátt mastur sem að mæla og það blikkar í næturhúmunu, ágústhúmunu eða septemberhúmunu ljós sem sýnir hvar vindmyllurnar verða þetta rosalegt og þá sem ætlum að breyta Íslandi í litla rafhlöðu fyrir nokkuð stóriðuver og gagnaver Ísland svo lítið sko þetta eins og minnsta rafhlaðan í stóru raftækjaversluninni ef þú hugsar á heimsvísu og við verðum að fara að skoða náttúruverðmætið sem hinn gríðarlegu verðmætið sem okkur trúa fyrir þetta mun held ég verða til þess að fleira fólk farið svona takk undir við skulum hins vegar vera raunsæ með það að það ekkert allir til í það að stytta afgreiðslutímann í Elko og Costco sko. og fækka vörunum það ekkert allir til í það því að neysluhyggjan alveg ofboðslega rík í okkur á Íslandi og að því ég búi í svo mörgum ólíkum löndum þá finnst mér einhvern veginn ég hafi hvergi kynst annar eins neyslugreddu á Íslandi ég finnst það ekki það auðvitað ekkert vísindarlegt, það bara tilfinningarlegt en ég veit hins vegar að því ég að taka þátt í æfingum að því tagi þessi misserinn að vistspor Íslendinga það að segja það sem við neytum og skilum út sem úrgangi í umhverfið með því allstærsta í heiminum jafnvel stærri en Bandaríkjamanna
það þyrfti ef allir liðið svo Íslendingar, og þá ég að tala varlega áætlun, 6 jarðir. Já. Ef allir jarðarbúar liðið svo Íslendingar, þá þyrftu 6 plánetur. Heildarmælingi fyrir jarðarbúa 1,9. Já. Það er það sem við erum komið langt yfir, öll saman, en Íslendingar langt fram úr öllum öðrum. Já. Og þetta verður dálítið erfitt fyrir okkur pólitískt að sætta okkur við, og nú skal ég koma inn í bara praktískt pólitískt mál sem bara að opnast þessa dagana. Ríkisstjórnin boðar nýja atvinnustefnu. Og það bara núna, þessari viku og næstu, þá eru plögg og samráðsgáttin búin að vera opin og það bærast inn umsóknir. Og það snúast meira og minna að spýta í gráa hagkerfið. Ef ég hef lesið fréttirnar rétt, nú eftir að fara í gegnum samráðsgáttin og finna svona spá í þetta, hvað menn að segja. Ég held að samtök iðnaðarins sé mjög lítið í því að biðja að draga úr útblæstri og sko í alvörunni. Já, og fyrirtækin í landinu hafa lítið gert í þeim efnum ef nokkuð, ég held að það sé 1 sem stenst próf. Og það mun reyna á þau. Já. Þau munu stórgræða á því, þau fyrirtæki sem það gera munu stórgræða á því að draga úr útblæstri og minnka sóun, þau eru sem byrjuð, ég skal alveg viðurkenna það, en það þarf miklu meira. Og síðan kemur hitt sem að praktísarandi pólitíkusar þurfa að horfa á, byrju ég á að vera kosið eftir 3 ár. Og þá sko sú skamtíma hugsun svo rík og þá eru kannski komin að því sko þetta næsta stóra pólitíska verkefni sem ríkisstjórnin ætlar í. Það að búa til nýja atvinnustefnu til 2035. Ef hún, og þau eru með fallegu orðin, umhverfis í sátt við umhverfið og samtök atvinnulífsins hafa alveg lært frasana. Þau hafa gert það. Þetta verður að vera í jafnvægi. Ég veit alveg hvað jafnvægi þau eru að tala um. Það ekki sama jafnvægi og ég er að tala um. En einhvers staðar hlýtur það að finnast. En málið þetta, það verður mjög áhugavert og krefjandi að sjá núna þegar við fáum bæði fréttir af þessum loftslagsbreytingum í bland við mjög hraða þróun í grænum lausnum og síðan upplifum það getur bara verið raunverulegur ógn við Ísland, tilvist Íslands, það sem að gerast í heiminum, að hvernig við vindum ofan að núverandi hagkerfi og förum inn í nýtt með nýrri atvinnustefnu ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur og Þorgerðar Katrínar og Ingu. Hvernig verður það gert? Og þetta rosalega krefjandi verkefni. Og ég hlakka mikið til að sjá hvernig verður tekist á við þetta, því það dugar ekki núna að koma með einhvers konar svona, auðvitað okkur andum umhverfið en við ætlum að fá hagvöxt. Ef við tökum myndlíkingu, segjum að ríkisstjórnin hafi verið á ferð á einhverjum bíl, hún var á 30 km hraða og svo kemur þessi skýrsla út núna daginn og það koma nýjar upplýsingar Ísland, á hún bara að snögg hemla og breyta sínu fyrirætlunum, þar á meðal atvinnustefnu, á hann að endurskoða allt sem að... Já, hún verður að aðlaga nýja atvinnustefnu, nú faraðu við að móta hana og við tökum öll þátt í því, vonandi, að þá þarf að taka inn í hana loftslagsmarkmiðin. Það alveg klárt. Og það verður ekki hjá því komist, nema menn ætli sér ekkert að vera... ef menn ætli að segja Ísland á búi hliðaveruleika sem ekki partur af einu stóra heimi, þá taka menn ekki loftslagsmarkmiðin inn. Ef menn gera það og ætla að segja, Ísland verður að standa við sína skuldbindingar og skyldur, þá núna tækifæri til að taka loftslagsmarkmiðin inn. Það á að vera svona mikill samdráttur fyrir 2030. Það er alveg á næsta augnabliki og það mun ekki nást. En kolefnishlutlaust Ísland 2040 það í stjórnarsáttmálanum og líffræðilegu fjölbreytileiki og vistkerfanálgun. Þá ekki hjá því komist að taka þessi atriði inn og segja, og þá ætla ég að kenna þeim stjórnmálamönnum og samtökum atvinnulífsins og samtökum iðnaðarins það hugtak sem mjög hugleiki núna, sem visthagfræði. Sem sagt, gamla frjálshyggjan, hún því miður komin á öskuhauga sögunar. Því miður? Já, bara kannski sem betur fer því hún kosta okkur svo mikið. Hún kosta okkur alveg óbóðslegt. Hrun vistkerfana og allt. Og mengun og alltaf það óáran sem við horfum upp á, og þá visthagfræði hugtak sem núna partur af háskólanámi margra ungra fræðimanna
og viðfangsefni margar fræðimanna fyrir utan að varðandi það til dæmis innleiðingu á nýjum atvinnutækifærum, segjum að þau eigi að vera, ég held að þau verði, þá þarf viss kerfa nálgun. Og við höfum mjög gott dæmi það hvernig við gerum það ekki. Varðandi atvinnuveg sem hefur vaxið og dafnað að undanförnu, dafnað undir vissum merkjum, það sjókvíaeldið. Ef menn hefðu tekið visskerfa nálgun á sjókvíaeldið, þá hefði það aldrei orðið eins og það í dag. Nei. Aldrei. Nei. Það hefði hugsanlega verið samþykkt undir einhverjum formerkjum en aldrei í núverandi mynd. Og nú ætla ég að koma aftur að hafinu. Því mér mjög mikið niðri fyrir varðandi hafið. Minn erindrekstur í utanríkisþjónustunni var mjög varðandi hafið. Sjáðu til. Það eru núna rúm 20 ár síðan Íslendingar skrifuðu stefnu hafið. Íslendingar og hafið. 20 ár. Hvað hefur margt úrast á þeim tíma? Meðal annars það sem við erum að ræða þetta. Og sko þessi stefna, hún hafi verið mjög framsýn. Ég las hann og gerði smá úttekt á hann fyrir nokkur mánuðum. Menn voru með allréttu hugtökin. Það var meiri sér stendur í henni fyrir 20 árum setja þar laga ramma utan sjókvíaeldi, eða fiskaldi. Fiskaldi. Það er ennþá verið að reyna það. En skýrslan er hafið, stefna Íslands hafið hefur ekki verið uppfærð, en á meðan fækkuðum við rannsóknardrögum hafrannsóknarskipana, skáru niður eftirlit og minnkuðum hafrannsóknir. Þetta gerist alltaf sama tíma og nú er SFS blessunarlega komið út úr slagnum með fiskveiðigjöldin eða veiðigjöldin og fara að segja, við þurfum að setja meira fyrir rannsóknir. En þau vil ekki vera partur af því. Nei, við höfum að gera það bjössi minn. En sjá til, þau skilja þetta og þegar iðnaðurinn er komin á þessa vegferð með vísindamönnum okkur, með fræðasamfélaginu, þá munum stjórnmálamennir sogast með og við verðum að fyrsta lagi endurskrifa stefnu okkur hafið og taka inn allt þetta nýja sem er að gerast. Við erum ekki búin að nefna súrnun. Nei. Hafið við Ísland súrnar hraðar en víðast annars staðar vegna þess að hitinn fer svo hratt upp. Og við erum ekki farnar að tala plast í hafi. Nei. Plastmengun. Sem er óhugnaleg og ég held að við sem komið fram, ég held að verði bara aldrei hægt að bjarga þessu. Það er svo mikið plast komið í höfin. Ég er að vinna í verkefnið þessu tengt og hlakka til að segja ykkur frá því þegar það kemur. En sko, það er svo margt, það er ekki eitt þar allt. Og þegar þú tekur umhverfismálin og tekur svo hinnar úreltu efnahagsaðferðir og leggur saman við stjórnmálakerfið og reynir að fá einhvert samræmi þannig að allir fingur mætist, þá áttar það hversu flókið þetta er. Og það er einmitt það sem ég var að fjalla í bókinni minni, í gamla heimspeki stjórnmál og efnahagskerfi ræður ekki við vandamál nútímans. Nei. Og ekki bætir og skákað, ef ég vitna í Andra Snæ Magnason, þá ég átti við hann spjall í síðustu viku og hann orðar þannig að það er búið að hertaka málaflokkin umhverfismál af teknókrötum og orkuiðnaðinum. Þetta segir hann líðandi stundu Íslands í dag. Þú þekkir að sumir kvarta undan því að rödd umhverfisinna hafi kannski ekki oft verið veikari inn á Alþingi heldur en einmitt núna. Vinstri grænir eru ekki með fulltrúa Píratar, þar sem hluti þingmanna hefur verið umhverfisinnar ekki inn á þingi. En á sama tíma og margir lýsa áhyggjum sínum af líðandi stundu, þá dettur mann í hug eins og ég sagði áðan að nýjar upplýsingar geti orðið skapa fóður fyrir einhvers konar viðspyrnu, samanber þetta með Golfstrauminn. Það er annað að Ísland náttúrulega alþjóðlegar skuldbindingar, það getur reynst okkur dýrt ef við ætlum að vera einhverja attaníosar bara í beinu efnahagslegu tilliti, ekki bara sjálfbæru framtíðarlegu tilliti. Tvær ágætar konur, Birna Sigrún Hallsdóttir og Hrafnhildur Ragnarsdóttir, skrifuðu 2 greinar nýlega Einmitt. Hvað þetta væri fáránlegt að draga ekki niður úr losun núna
vegna þess að við munum lenda í skuld, Já. peningaskuld, Já. ef við gerum það ekki. Og það Þetta er er fara að kannski- kosta okkur nú þegar. Það er eitthvað sem að einhverjir Íslendingar skilja. Peninga. Já. Svona í einhverju samhengi. Já. Þannig að þær sýndu mjög vel fram á það með sínum greinum. Já. Einu sinni enn. Já. Þær hafa komið upp vefsíðunni Himinn og haf sem Já. er mjög góð. Já. Ég vil nefna Hellnasker hugvita sem er góður umræðu vettvangur. Það eru líka á Facebook nokkrir hópar. Einmitt. Vendum hafið er einn og Andri Snær hefur náttúrulega verið gríðarlega öflugur baráttumaður og ég vil nota hann svona sem dæmi og hann á að vísa okkur öðrum veginn því að það er mjög margt fólk, við tölum það er alveg rétt, ég held að sé einn umhverfisverndar sinni á Alþingi og hún er því með forseti Sameinast þings og getur ekki haft sig í frammi. Nei. Ég vil ekki gera lítið úr nokkrum öðrum. Hallarhund, Dagur, Ása Berglind, einhverjir, nokkrir. Já. En þau verða þá að fara að stíga þétt fram. Já. En athugum það, samfélagið hreyfist ekki í takt við Alþingi. Alþingi hreyfist ekki í takt við samfélagið. Þetta eru stundum eins og tveir hliðarheimar. Já. Jú, Alþingi á að endurspegla þjóðin og þjóðaviljun og allt það. Við vitum hins vegar að við sem erum úti þarna og hérna úti getum haft mjög mikil áhrif og unnið saman og það er mjög margt fólk í fræðum. Við sjáum núna viðbrögð við þessum varandi hafið. Gríðarlega öfluga fræðimenn og vísindamenn hafmál. Líkum orkumál og umhverfismál og svo eigum við mjög hugsunarríkt fólk í, veistu hvað er mörg umhverfisverndarsamtök á Íslandi? Nei. Ég held þessi 50 Já, er það? og ég er formað fyrir einu þeirra Nú, já. sem er Aldin, Já. eldri borgarar Já. gegn loftslagsvá Já. og hérna Þannig að það vantar ekki grasrótin. Nei, það vantar ekki grasrótuna og það sprettur ansi hratta núna og ég er mjög ánægð með það. Þannig að ég er ekkert svo mikið skelfing og lostinu því að sko reynslan af því að hafa vinstri græni við ríkisstjórn með fullri virðingu fyrir Svandís og Guðmundu og þeim sko, byrju þetta var nú ekki gott Nei. og Ég tek undir það með. já þú veist, bara það verður bara að segjast eins og er og það er kannski ástæðan fyrir því að þau fengur raskellingu. Já, eitt er hugmyndafræði og annað er hvernig þú framkvæmir stefnu og Já, veruleikann. og það voru ég vil ekki fara út í þeir Nei, leiðindi sko. nei. En málið er það að það er alveg rétt að umhverfisverndarsinnar er ekki marga fulltrúa á þingi. Og það er rétt að það er mikil innspýting í virkjanageiranum og verið að færa virkjanir úr verndarflokki yfir í biðflokk. Já, ég hef ekki séð réttlætingar hjá umhverfisráðherra fyrir þessu. Nei. Hvers vegna? Þú kallar hann umhverfisráðherra? Finnst þér hann vera umhverfisráðherra? Já, það stendur á spjaldinu. Hann er líka með annan titil. Já. Þetta var náttúrulega mjög mikið gagnrýnt þegar síðasta ríkisstjórn sameinaði umhverfismáli með orkumálin og undir forystu Guðlaugs Þórs. Það var náttúrulega, við skulum bara segja alveg eins og er, þetta var drullu mix milli Katrínar og Bjarna Ben. Þannig var þetta til. Já. Það var þannig. Já. Og hérna, það voru þau tvö sem eru að semja einhver anskot fyrir ekki mál og leiða þetta svona lit til lykta. Þá setjum við uppi með þessa stöðu og ég er ekkit alveg vissum að þetta sé algjörlega handónýtt. Það veldur hver á heldur og ég er heldur ekki vissum að þetta sé lausn, svo kallað, kom ekki út úr nauðsyn, málefnalegri nauðsyn. Hún kom út úr einhverju pólitísku drullumalli. En við sitjum uppi með þetta núna og ég held að Samfylkingin og þessi nýju flokka núna í stjórn hefðu átt að taka þetta sundur. Bara til að því að við eigum ekkert nú tala ég segi við að því ég er nú í Samfylkingunni, en við eigum ekki að sitja uppi með mistök forverðina, þess vegna kjósum við. Já. Og það er ég er eins með ágifullir yfir mennta- og menningamálunum, sko. Þetta embætti sem var búið til handa Áslaugu Örnu, út af innanflokks átökum í Sjálfstæðisflokknum, sérstakt ráðuneyti, þetta er ekkert góð hugmynd, sko. Nei. En veldur hver á heldur og ég ber alveg fullt traust til Loga og það er hérna nýr menntaráðherra og við skulum bara sjá hvernig þeim gengur. Barnamálaráðherra og sundra skólamálum og menningamálum, þetta er ekki gott, sko. En þetta er eiginlega minnsta mál af öllu. Já. Það er aðalega að láta verkin tala og af hverju núna er verið að hrófla við rammaáætluninni er bara ég hef ekki séð útskýringarnar. Jóhann Páll á að geta útskýrt þetta með rökum og verður að gera það þetta. Ég hef bara ekki séð það þá.
Mér finnst sá skilningur liggja undir að sérfræðingarnir hafi bara haft of mikil völd og það sé bara samtíma stjórnmál að auka vald stjórnmálamanna til þess að taka ákvarðanir sem varði meðal annars hagrænar hliðar samfélaga og eitthvað svona. Já, það mikið freisting núna að taka bara völdin þar sem hægt hrifsa til sín með handafli en rammaáætlun var auðvitað sett upp og þetta ferli var sett til þess að það til lykta leitt með röksendafæslum og málafylgi og sko rökum sem allir getur kynnt sér og tekið þátt í. Og þess vegna, ég hef nú sagt við sjálfa mig sko, ef að, það var út af Garpsdal, þegar að Jóhann Páll segir umhverfisráðherrann, ég ætla að taka vindmyllu hugmyndir í Garpsdal út fyrir rammaáætlun og setja þeir í sérstakt samráðsferli. Ef að Jón Gunnarsson hefði gert þetta. Allt voru brjálað. Já, ég er sammála þér. Og ég hlusta á rök umhverfisráðherrans og hann með rök, hann segir þetta flýti fyrir samráðan og allt það embýtu. Það var ekkert sem kallaði á þetta núna. Af því að hann búinn að segja sjálfur að það býði lagarammi, gerð lagarammans. Og þess vegna skil ég ekki alveg, hans býður umhverfisráðherrans, býður það að ræða við okkur í grasrótinni það, ok, hvað ert að fara? Hvað ert að pæla? Þetta eins og þú segir, sérfræðingur og tæknimenn sem fá að ráða öll og hrifsa til sín völdin og Landsvirkjun Guðjón bak við tjöldin. Það þannig? Þá skulum bara segja það. Samtök iðnaðarins segja að við séum að tapa 20 milljarða ári af því að við ekki virkja nóg. Býtu, í hvað áttu þeir peningar að fara og til hvers áttu við að virkja? Og núna til dæmis stendur upp á okkur að segja, ef við erum að tala í alvöru orkuskipti, næstu virkjanir sem verða ákveðnar, það verða að fara í orkuskipti. Það er ekki tjá, ef við meinum eitthvað með kolefnishlutlausu Íslandi, sem ég ekki vissum að sé hugtak sem allir sammála ef við meinum eitthvað með því að draga úr útblæstri, og ég bara horfi á fyrir ríkisstjórn á sig, bara af hverju veröldunni var ekki búið að rafvæða samgöngur á landi. Af hverju? Það til rafmagnið. Og það til bílarnir, það allt til alls. Talandi þennan punkt, þá maður býr svo vel að það fólk sem að fylgist með því sem við erum að gera hérna á samstöðinni og maður fær oft viðbrögð frá hlustendum og áhorfendum og ég fékk tölvupóst frá manni hér sem að bendir á nú að finna þetta hérna hægt og rólega þagnir eru aldrei mjög góðir í sjónvarpi. Já, ég get malað á meðan sko. Þú malar á meðan. Það með að finna tölvupóstin. En sko ég held, bara svo ég segi við talið beint núna við áhorfendur og hlustendur sko, að þessi vakning sem að verða núna, að þessar hröðu loftslagsbreytingar sem við verðum vitni að í hafi og á landi allan heim sem geta hugsanlega stórskaða tilvist Íslendinga, þær munu vekja mjög marga til ekki bara umhugsunar heldur líka kröfum það sé farið að gera eitthvað í málunum. Og Ísland við þurfum að færa okkur í orkuskipti, við þurfum að breyta núverandi hagkerfi, það verður ekki sársaukalaust. Alls ekki. Það verður alls ekki sársaukalaust. Og við verðum hins vegar átt okkur á því að Ísland efst á velsældarlista Sameinuðu þjóðanna í hagsæld og velsæld. Við erum númer 1. Við vorum það reyndar árið 2007 árið fyrir hrun sem ég veist alltaf skemmtilegt að minnast á í þessu samhengi, en að segja við höfum ekki efni á að bæta ráð okkar, þá hefur það enginn. Þannig það. Fannstu þetta bréf? Já, hér maður sem heitir Gísli Kristjánsson sem segir mér langar að ekki athygli þín á því vegna umræðu eitthvað umhverfismál að það stendur til að lækka styrki til bílakaupa á nýjum rafmagnsfólksbílum, bílum sem kosta minna en 10 milljónir strax næstu áramót. Og svo vitnar hann í reglugerð og segir að styrkurinn verði lækkað úr 900.000 í 500.000 og hann verði svo aflagður eftir 2 ár. Þessar breytingar hafa ekkert verið nefndar í fjölmiðlum og engin fréttatilkynning borist frá ráðuneyti. Ég hringdi í Orkusjóð og fékk það staðfest hjá starfsmanni þar á bæ. Og hann segir mér þetta sérkennilegt og hefði haldið mikilvægt að hraða orkuskiptum á fólksbílaflota landsmanna frekar en að hægja á þeim. Það eru svona sko,
ef þetta er rétt, ég hef engar forsendur til þess að ef að það kannski þetta ekki rétt, en ef við gefum okkur þetta sé rétt, þá það er svona, þú veist, við höfum verið pínu hissa kannski á breytingum að hvatar við að fara úr dísel og bensíni. Mér skils nú að rafbílarnir séu aðeins í sókn, sko. Rafbílarnir eru millibílsástand, segi ég, í einu stóra samhengi, sögulega samhengi, sko. Þegar þeir eru ekki mjög umhverfisvænir, þó við séu umhverfisvænir en hinir, þá er samt sko úrgangur, við munum leysa það, held ég. En varðandi rafbílavæðinguna, þá er hún algjört sko svo eðlilegt og gott skref fyrir Ísland, af því við erum endurnýjanlega orku. Og við eigum að gera þetta og losa okkur við að kaupa eldsneyti á bíla fyrir 100 milljarð ári utanlandsfrá, sem menga. En við gerðum í aldin að mjög stífa athugasemd við kílómetragjöldin að því að þau hygla stórum bílum en ekki litlum. Og mér fannst sko bara röksemdafærslan ég sá inn á fréttabrifum Samfylkingarna, hún var bara rugl í mínum huga. Og það gekk bara alls ekki upp hvernig, og ég vil bara, við höfum verið bara, og þessi áform, þau þurfa að komast til endurskoðunar þá ekki að umbuna stórum bílum á kostnað smærri bíla sem menga minna. En þannig er kílómetragjaldið því miður hugsað núna, eða var það í vor, þegar við gerðum okkar athugasemdir og við erum svo heppin að í okkar samtökum eru bara mjög góðir sérfræðingar þessi mál sem gátu skrifa bara vandað álit þar sem við bentum bara á þetta. Og ég tók hugmyndirnar eins og lág fyrir þá og ég er ekki að segja eins og núna. Það vill svo til að við hjónin eigum lítinn bíl sem hún nota sáralítið og eigið mjög litlu til að fara í vinnuna sem er suður frá Grár og suður í Hafnarfirði og Engistræti og allt það. Svo eigum við gamla pallbílinn sem við notum í veðtúra sem bara notar í þá og er nú lítið notaður. Allt í einu fær hann þessi díseljálkur sem hann er svo gamall að tekur ekki selja hann. Hann fær umbun fyrir að vera að menga en litla pútan sem er í bæjarsnattinu, hún fær álögur. Það snýr allt á haus. Allt á haus. Bara, og hvers vegna í veröldinni. Og þá er svo fáránleg rök sem komið fram. Maður hefði þetta komið með gögnin, sko. Jú, það eru láglauna fólk sem að frekar eldri bíla sem eru stórir og þungir. Hefur þú rekist á mikið að láglauna fólki sem á stóra og þunga bíla? Ekki ég. Það er eitthvað kannski gamla trukka hjá fólki sem starfar við landbúnað. Já, nákvæmlega. Og þar skemmti, það var enda, ég satt í hringborði með umhverfisverndar sem við vorum á ráðstefnu í vor og þá sagði einn sem var á norðan úr Eyjafirðinum og stundar landbúnað, það eru allir á landkrúsir í kringum mig. Og þú veist að þið er að ræða þetta þar. Eins og teimsmynd. Jú, þetta er svo skemmtilegt við samræður. Sko, hún sagði þetta bara. Og þetta var, ok, þá ræðum við þetta bara þeim forsendum. En ég held þetta hafi verið rangt hugsað þetta kílómetragjald út frá þessu sjónarmiði og við munum gera athugasemdir við það aftur ef þetta kemur fram í þessari óbreyttri mynd að það á að umbuna fyrsta lagi litlum eyðslugrænum bílum og rafbílum. Þá hjálpa þeim. Ég er hins vegar á því og það eru vondutíðindin, ég er búin að vera að kynna mér þau mál að þessar svokölluðu grænulausnir eru bara fjandi gráar. Og þar erum við ekki bara að tala þú veist, við munum örugglega leysa það mál að farga rafhlöðum úr rafbílum og endurnýjar og gera, það er alltaf að batna. Og sólarpanelarnir að koma nýjar og nýjar kynslóðir miklu, miklu betri og allt það. Það er alltaf góðri leið. Það sem er, og nú eru konur í heimsmáli, Björn, við höfum öll heyrt þessa sjaldgæfu málma. Meira að segja að Trump er enda að kúa það út úr Úkraínu gegn herstyrk. Sko þessi sjaldgæfu málmar eru mjög dýrir og þeir eru sjaldgæfir, þess vegna heita það sjaldgæfu málmar og þeir eru nauðsynlegir í allar þessar græjur sem við erum með. Farsímana, rafhlöðurnar, allt þetta sem á að búa til grænalausnir
Og það stóra vandamál og það mun koma að verða æ meira áberandi á næstunni að þetta sem við ætlum að segja, við verðum bara hérna græn og sjálfbær og allt það, það þarf að ná í þetta dót í löndum sem eru mjög óstöðu efnahagslega, pólitískt og hernaðarlega og það verður kaplum, nú það þegar hafið í Afríku og í Kongó og það í Úkraínu og það víðar það sem verður, og svo sjáum við Grænland. Trump veit alveg hvað hann að gera hann ekki bara að skjóta eldflauga með hann og hafa eldflaugavarnir í Grænlandi, hann ætlar sér málmanna sem verður mjög erfitt að vinna en þeir eru þarna og þannig að sko framtíðarhugsunin þessi að þessa grænu tæknilausnir sem við okkur hefur mjög mikið verið hampað og ég tekið þátt í þær ekki jafn grænar og af að látið og þá erum við komin yfir í einhverja hugmyndafræði sem segir við verum að aftengja neyslumunstur okkar við þessa hefðbundna hagvaxtarkenningu og fara að lifa spart og það ekkert margir til í það og það eru margir til í það jafnvel að kenna sko hinnum fjölmörgu íbúum fátækulandana að fjölga sér á mikið þegar ríka fólki vandamálið sko 1% jarðarbúa sem ríkast blæs út meira af gróðurhúsalofttegundum heldur en 50% jarðarbúa sem eru neðst Einkaþoturnar sem eru alltaf komin á Reykjavíkurflugvöll eru ein birtingamynd þessa. Þarna 1% að koma í laxveiði og fleira. Fínt að reynda að fá þau í laxveiðina, ég nú ánægð með það. Af því að þau hjálpa okkur að halda þeim merkjum á lofti, en ég vil ekki fá það einkaþotum. Og ég vil ekki að það sé gera sérstakar afsláttar aðferði við Reykjavíkurflugvöll til að lendi þar. En þetta sko ein birtingamynd af hinu stóra samingi sem það að það ekki fátæka fólkið í fátækulöndunum sem vandamálið, það það, en stóra vandamálið ríka fólkið. Og þá eru komin að því sem að við erum, Íslendingar, líklega í efstu 10% í heiminum og erum með alveg hrikalegt vistbor. Varandi einkaþoturnar á Reykjavíkurflugvelli, þetta eftir mér í huga kollegi minn einn á Fréttablaðinu, hann skrifaði einu sinni frétt það að það verður orðið dýrar að leggja bíl niður í miðbæ. Heldur hann að koma á einkaþotu og leggja henni á Reykjavíkurflugvelli. Þetta algjörlega brenglað gildismat. Og ég hef sagt við það sko í okkar hópi umhverfisverndar sinna sko, þarna nú auðvelt að vinna rökin sko. Já, maður skildi ætla það. Það ekki að það er voðalega erfitt að segja við fólk kaupið aðeins minna stórum umbúðum í Costco, ef við erum ekki komið þangað, en einkaþotur á Reykjavíkurflugvelli eru tímaskekkja. Já. Nú vorum við að ræða losun einstaklinga, en eins og við vitum báðir þá það náttúrulega mest fyrirtæki og atvinnulífið sem að þyrfti að taka sér tak. Það hefur verið talað hvata, það hefur verið tregða til að refsa mikið, það geti breyst í grein Hrafnhildar Bragadóttur og Birnu Sigurðar Hallsdóttur sem þú nefndir áðan. Það vill svo til að ég hafði einmitt lesið þessa greinar áður en ég hitti þig til að reyna að undirbúa mig sem best. Þar líka annar punktur sem mjög áhugaverður að sko, eins og að segja þótt aðgerðir í loftslagsmálum séu kostnaðarsamar. Ber greinendum saman að enn dýrkeyptara verður að halda sér höndum og maður svona að velta fyrir sér að við vorum að byrja þetta spjall og ég fékk til þess að ræða Golfstrauminn og þessi hvörf sem gætu orðið og hvað miklu styttra það gætu verið bara nokkra áratugir í að við sjáum drastiska breytingar á búsetu okkar hérna á Íslandi ef allt fyrir versta veg að hérna ég svona velta fyrir mér Heldurðu að það viti þetta flestir sem að taka ákvarðanir að það sé dýrkeyptara að halda sér höndum eins og þær segja en bara rammi stjórnmálanna sé þannig þegar maður kjörinn eitt kjörtímabil í einu maður stundum hort á þá sem kom í kosningabaráttu og segjast vilja hækka skatta þeir ná nú sjaldnast framgangi og það svona sumpart samanburðarhæft við þá sem að Já, ef þú segir að við erum að lækka neyslustigið þá það ekki vinsælt Nei, ég held að
Ég held að núna í ár fyrra og svona hafi orðið mikil vitundavakningu. Ég held að stjórnmálamenn hafi svona áttað sig á því með bara fyrir tilstilli umhverfisverndar sinna sem að hafa sig mjög mikið í frammi að það þurfi að fara að tengja þetta saman. Þessa fregnir núna sem loksins komnar almennilega inn í pólitíska vitneskju og fjölmiðlavitneskju það að loftslagsvandinn kemur heim. Já. Sko, Í eiginlegri merkingu, já. Og ógnar okkur. Já. Að það skiptir máli og þá spyrjum við annars vegar einhver tilbúin að taka upp það merki hér og núna tækifæri. Það alveg gríðalegt pólitískt tækifæri. Þegar móta á nýja atvinnustefnu til næstu 10 ára. Að tengja þetta saman. Já. Og það alveg nóg vitneskja í samfélaginu að það þurfa að gera það. Ég ekkert viss að viljinn sé þar og ég ekkert viss að inn í mörgum fyrirtækjunum allt í raun og veru eru byrjuð áform að fara í þessa vegferð. Þau vita að góði businessmenn skilja að það ýmis tækifæri þarna og þessu kostnaðarsam í fjárfestingu og annað slíkt. Já. En það eru þessi gamaldags samtök sem tala alltaf svona niður í gamla hagkerfið og fá enduróm þaðan. Stjórnmálamenn þurfa svolítið að passa sig. Þetta verður svolítið erfitt að ná þessu öllu saman. En á móti kemur svo hitt sem að ég held að og Einar Sveinbjörnsson myndist á í viðtali hérna við Gunnar Smára var það að sko Ísland gæti stigið fram á alþjóðlegum vettvangi og fara að tala meira fyrir loftslagslausnum. En þá verðum við að vera búin að taka til heima. Við erum ekki í þeirri stöðu. Þetta dag. En við höfum svo mikið rök og sérstaklega það ekkit bara við, það eru Norður-Noreg og það Bretland, það eru raun og veru öll Vestur-Evrópa sem undir núna verðið komið vestar fyrir. En það eitt sem við höfum ekki nefnt og það þessi sko, þarna einn af þessum vendipunkt. Jörðin öll eitt vistkerfi. Og þarna einn svokallaður vendipunktur sem að sko getur farið þannig að allt lífríkið hér við okkar land raskist og Ísland verði nánast óbyggilegt og fiskimiðin hverfi og allt það. En það eru fleiri vendipunktar í vistkerfi jarðarinnar, Amazon fyrir skorun 1, ef hann breytist úr regnskógum í graslendi, þá erum við stórum vandræði. Það Grænland, ef að það bráðnar hreinlega, þá erum við stórum vandræðum. Ef að jöklarnir í Himalajafjöllum bráðna og hætta að fóðra milljarða manna með vatni, þá eru líki stórkostlegu vandræðum. Þannig að það eru nokkrir svona vendipunktar í vistkerfi jarðarinnar. Það versta sem geti gerst að þeir fari allir eins og tröppugangur niður. Einn hefur áhrif á næsta og svo framvegis. Þannig að þetta fer allt í fjandans. Og þá bara mannkinn býður bænirnar sko. En röksemdin fyrir því að stoppa hér til dæmis við veltistrauminn, Golfstrauminn, það sem við köllum í daglegu tali og lærum í barnaskóla það, svo að við getum náð til eyrum miklu fleiri vegna þess að hættan á keðjuverkun svo mikil. Ef einn vendipunkturinn fer, þá fer næsti og þá vorum við farin að upplifa miklar hörmungar í Suðaustur-Asíu og í Suður-Ameríku og svo framvegis. Og það sko sviðsmynd sem menn ekkert alveg byrja að ná utanum sko. Þessi sem sagt samfella, ef að hún verður. Það hræðilegt ef að hringrásarstraumurinn hér sem fóðrar okkur á hlýju og næringarefni fyrir fiskistofnana á straumamótunum. Ef að það færi, en það myndi ekki snerta svo mikið meginþóra mannkins. Nei. Það slæmt í Norður-Evrópu. En meginþóra mannkins getur bara eitt öxlum. Og ætla þeir að taka við loftslagsflóttamönnum frá Íslandi. Ég ekkert viss það. Við erum ekkert svona mjög gott orðspor. En ég hitti mann bara til að slá á létta strengi því þetta svo þungbúið. Ég var með fyrirlestur daginn eins og oft í Rotary klúbbi og þeir eru að labba út, þeir eru að ræða, hann var mjög vel að sér loftslagsmáli sem maður. Og hann sagði, veistu það? Ég ætla að kaupa hús í Mið-Evrópu handa fjölskyldum minni til framtíðar. Sem framtíðarfjárfesting fyrir komandi kynslóðir minni fjölskyldu. Ég ekki viss að við getum búið á þessu landi. Og hann var ekki að grínast.
Og þá verður komin í þann sem að mann sem ég hitt daginn sem er mjög mikinn áhuga á og er ungur maður og upplýstur sko, Ísland að búast undir þá kreppu sem getur komið og hún þarf ekki að vera náttúrukreppa, hún getur verið væntingastjórnun. Það er að segja, Seðlabankinn búin að búa sig undir gríðarlega fjárflótta á landi? Mjög góða punktur. Það er bara frábært punktur. Ég hef sagt það við vini mína að ef Ísland væri fyrirtæki á markaði, myndi maður selja hlutabréfin í því núna? Nákvæmlega, það er góð punktur. Já. Það er bara mjög góð spurning og þessi ungi maður sem hefur verið að ganga á milli fólks og benda á það að það þurfa að fara að búa sig undir ákveðna sviðsmyndir og jafnvel þó að þetta gerist ekki sem að við höfum verið að spá í hér að þá getur bara einfallega orðið væntingar til dæmis á viðskiptamörkum, fjárfestingamörkum og annað slíkt. Þú segir að myndum ef maður ætti hlutabréf í Íslandi HF, ætti maður ekki selja, myndum maður fjárfesta á þessari sviðsmynd. Og það er ekki aðrir kostir vænlegri. Þessi hugsun er að byrja að síast inn hér og þar. Og það myndi ég ætla að væri sko full ástæða fyrir þjóðaröryggisráð. Þurfum við ekki aðeins að fara að spá í þetta í alvöru? Ég er fullkomlega sammála því. Það hefur verið fundið að minna til þetta. Já, því að sko þegar okkar færustu vísindamenn, Halldór Björnsson, Haraldur Sigurðsson, Einar Sveinbjörnsson og fjölmargir aðrir koma fram og segja, þetta er raunverulegt. En svo er þetta svolítið komískt að við afgreiðum rekstur veðurstofunar sem loftslagsmál í einhverju bókaldi sko. Og það er margt fyndið en auðvitað svolítið kalt fyndið, kalthænislegt. En vendipunktarnir sem þú nefndir áðan, hinni náttúrulegu, þeir eru náttúrulega grafalvarlegt mál. Það sem maður er að vonast til þess að gerist núna er svona andlegur vendipunktur hérna uppi og hér kannski, ég var að tala ættir að rástina áðan og svona. Að við vonandi náum aðeins meiri samfellu, samstöðu og getum skapað sett aðeins meiri þrýsting á stjórnvöld og atvinnulíf með þetta langtíma markmið að bjarga Íslandi. Ég held að við hljótum að geta það og ég líti á þetta sem alveg stórkostlegt tækifæri núna. Segjum bara þetta upphaflega, mótu nýr atvinnustefnu, nýríkisstjórn, þetta er svona business as usual, viðskiptin svo venjuleg svo ég kalla það. Og ef við áttum okkur á því að mótun nýrar atvinnustefnu á Íslandi er ekki viðskipti eins og venjulega, heldur eitthvað alveg nýtt sem við höfum ekki reynt að ímynda okkur áður. Ef við tökum það þannig og tökum svona skapandi fólk inn í þetta. Og það er alltaf hætt á því þegar forsætisráðherra og bara ríkisstjórnin segir við höfum í samvinnu með atvinnulífið. Hvað er atvinnulífið? Ekki kennarar, ekki leikskólakennarar, ekki læknar, ekki hjúkkur. Það eru örfá stór fyrirtæki sem búa í gamla hagkerfinu. Gömlum hugmyndum. Já, og þess vegna er svo mikilvægt að það sem stendur á blaðinu í sátt við umhverfi og með lausnir að leiðarljós að það gildi. Já. Og það væri mitt innlegg sko núna ef ég kemist að ríkisstjórnarborðinu sem að ég hef ekki aðgang að segja atvinnustefnan verður að vera mjög skapandi. Hún er ekki viðskipt eins og venjulega. Og það er mjög erfitt mál og það getur kostað okkur til skamstíma. Og þess vegna voru við skulum bara líta á atvinnustefnu til næstu 10 ára sem stórkostlegt fjárfestingatækifæri. Í okkur sjálfum, samfélaginu. Akkurat. Og þá er þetta komið. Við skulum bara slíta spjallinu á þessum jákvæðu nótum. Stefán Jón Hafstein, kæra þakki fyrir komuna. Búið að vera mjög áhugavert og lærdómsríkt að spjalla við þig og þið hlustendur og áhorfendur ekki fara langt því við höldum hér áfram með dagskrána við Rauða borðið eftir andartak. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.